Grundarkirkja í Eyjafirði og í fjarska Kerling, hæsta fjall við byggð á Norðurlandi, yfir 1500 metra hátt. Þar í milli lætur Grundarreitur lítið yfir sér, þótt merkilegur sé. Þessi reitur hefur svipaða sögulega og fræðilega þýðingu fyrir skógrækt á Íslandi og förulundurinn á Þingvöllum. Þessir tveir staðir marka upphaf skógræktar á Íslandi. Þegar skógræktin tók til starfa 1908 var henni falin umsjón með báðum þessum reitum. Grundarreitur er ofan við veg þegar komið að kirkjustaðnum Grund í innanverðum Eyjafirði. Það merkilegasta við Grundarreit eru trén sjálf, sem mörg hver eru meira en aldargömul. Sumarið sem byrjað var að gróðursetja til förulundarins á Þingvöllum, árið 1899, fóru þeir Karl H. Rüter og Einar Helgason norður í land í leit að hentugum stað fyrir sambærilegar skógræktartilraunir og hafnar voru á Þingvöllum. Bauð stórbóndinn og Grund, Magnús Sigurðsson, fram land til tilraunarinnar endurgjaldslaust og hafist var handa við gróðursetningu í 1,6 hektara reit árið 1900. Reitin liggja stígar og ýmsar trjátegundir eru merktar með tegundarheiti og gróðursetningarári. Reiturinn er því vísir að trjásafni. Hér eru elstu og stærstu blæjaspir á landinu meðal annars. Saga trjáræktar í Grundarreit er margt svipuð sögu förulundarins á Þingvöllum. Í upphafi voru gróðursettar og endurgróðursettar í reitnum samtals yfir 27.000 trjáplöntur af 16 tegundum. Þær sömu og settar voru í förulundin. Fram kemur í skýrslum að mikið hafi verið afföll, en meðal þess sem áberandi er í skóginum nú er blæjösp sem vex upp af rótarskotum. Árið 1930 lýsir Hákon Bjarnason skógræktarstjóri reitnum sem samfelldri fjallaföru beðju mannhæðarhárri með nokkrum hærri lerkitrjám í norðvesturhorni girðingarinnar. Árið 1936 fylgdi Hákon einum frumkvöðlinum frá því aldamótin, Dananum Christian Flensborg, landið. Fóru þeir meðal annars í Grundarreit sem Flensborg hafði gróðursett í 30 árum áður. Var þá fjallaföran orðin 3 til 4 metra há og lerkið 4 til 5 metrar. Þá bar talsvert á rótarskotum blæjaspar, en aðrar tegundir voru ekki áberandi. Hákon getur þess að á stríðsárunum var töluvert gresjað af fjallaförinni og notað í jólaskreytingar. Þá fyrst komu lindiförurnar í ljós, segir hann. Veturinn 1974 til 75 varð svo mikið snjóbrot að megnið af fjallaförinni var hreinsað burt í kjölfarið. Þá opnuðust rjóður þar sem aðrar tegundir gátu notið sín. Einkum tók blæjöspin vel við sér eftir þá grisjun og var fljót að fylla í rjóðurinn. Músarindillinn unir sér vel í greinum blæjasparinnar. Árið 1952 var girðingin stækkuð helming til austurs og er það þessi nýi hluti reitsins sem er nær veginum. Hófst þá aftur gróðursetning eftir 50 ára hlé. Alls voru gróðursettar 12 trjátegundir á árunum 1954 til 1982 í nýja svæðið og nokkuð í rjóðurinn eftir grisjun fjallaförunar 1975. Árin 1993 til 1994 var Grundarreitur grisjaður hressilega, göngustígar lagðir og merkingar settar upp til að gera hann aðgengilegan almenningi. Grundarreitur er nú fjölbreyttur og fallegur blandskógur, svipaður og förulundurinn á Þingvöllum. Það er vel þess virði að gera sér ferð í Grundarreit. Þá er ekki síður forvitnilegt að heimsækja báða þessa reiti á sama sumrinu og bera saman útkomuna í þessum tveimur elstu gróðursettu skógarreitum landsins.